það alltaf forvitnilegt að koma á sögulega staði. Hér í Glaumbæ í Skagafirði til dæmis hægt að fræðast á lifandi hátt byggðasögu síðustu alda. Flestir kannast við gamla bæinn og byggðasafnið, en færri vita fornleifarnar sem hópur bandarískra vísindamanna uppgötvuðu árið 2001 og hafa verið að rannsaka í samstarfi við byggðasafnið í Skagafirði síðan þá. Guðný Sóeka fornleifa- og mannabeinafræðingur. Árið 2002 þá voru teknir könnunarskurðir til að skoða hvort að hérna tækjum væri að segja rétt frá. Og þá kom í ljós heilmikið bygging, greinilega mannabústaður eða skáli frá víkingaöld. Og svona í framhaldi af því voru teknir nokkrir skurðir hérna til að skoða, og í framhaldi af því að menn vildu nýta sér jarðsjármælinga tæknina til að lesa torfveggi sem ekki sjást að yfirborði. Og það var svona hluti af þessari rannsókn að hvernig maður notar jarðsjármælingatæki til að lesa veggi úr húsum sem eru einungis úr torfi. Það miklu auðveldara að það grjót. Sér það hvort torf og hvort bara mold. Hvort mold, já. Og það reyndist bara einfaldlega ekkert auðvelt. En það sést svona kannski munur þar sem að gólf í húsum, sérstaklega mannabústöðum sem eru svona troðin, að þá sést svona litamunur á milli þess og síðan hliðana. Það var síðan árið 2005 að það koma svona ný tækni, það var nú alls konar tækni sem hefur verið notuð hérna, alls konar tæki, jarðsjármælingatæki sem var notuð við þetta. Og 2005 þá var komin önnur tækni við að lesa úr gögnunum. Og það var forrit sem að býr til svona, hvað við segja, svona eins og sneiðmyndir. Lesgögnin og býr til sneiðmyndir og síðan hægt að leggja það saman og þá sjá veggina stundum þegar vel tekst til myndast. Og það alveg hægt að gera þetta bara frá yfirborðinu með einhverju tæki? Það hægt, já, þar kom reyndar smá vandamál að þar sem þú ert með yfirborð sem búið að plæja oft upp. Eins og þetta náttúrulega bara tún í fullri notkun hérna fyrir neðan. Að þá var ákveðið að taka ofan af svæðinu grasrótu, bara ofan af öllu svæðinu sem þessi bygging virtist vera. Og það var töluvert stórt svæði og mikið verk. Þetta var allt handmókað eða hand grafið. Og tækjunum var þau voru dregin yfir svæðið sem var þá bara slétt yfirborð, moldar yfirborð. Og þá kom í ljós veggir skálabyggingar sem var náttúrulega vita væri þarna, en það kom bara rétt undir þessu yfirborðsgrasslagi, þá kom toppurinn á veggjunum á skálanum. Og vita hvað þetta sirka gamall skáli? Já, hann er greinilega byggður eitthvað fyrir 1000 og aflagður eitthvað fyrir 1104 og það sjáum við út frá gjóskulögum. Svo voru líka tekin kolefnisaldursýni og elsta sýnið var úr jarðhýsi sem kom undir, það var nú grafið þarna í gamla Nöskóhaug, og það sýndi aldur frá 10. öld. Og þarna hefur sjálfs bara verið byggð frá upphafi og það einhver eldri bygging undir þessum skála. Fyrir utan könnunarskurði sem voru teknir í gegnum veggina og í gólfið, að þá hefur skálinn aldrei verið grafin á öðru leyti en það var grafin niður á veggina til að sjá útlínur byggingarinnar. En skálinn liggur þarna bara og bíður eftir að vera grafin upp. Já, bara óopnaður pakki. Já, það má segja það. Já. Og mjög spennandi. Því þetta er náttúrulega þá fyrsta byggðin hér. Eitthvað vitað eða einhverja getgátur það hverjir hafa búið hérna fyrst? Fyrst, já, það svona fer eftir hvort þú lest Eiríks sögu rauða eða Grænlendingasögu. Á hverju kvöldi? Já, hverju kvöldi. Þetta er alltaf á náttborðinu. En Grænlendingasaga, hún segir frá því að þegar Guðríður Þorbjarnardóttir Víðförla og maður hennar, Þorfinnur Karlsefni, fluttu frá Grænlandi, höfðu þá verið á Vínlandi og svona afrekað ýmislegt, eða Guðríður, að þá flytja þau til Íslands og kaupa lönd í Glaumbæ, segir sagan. Og
það er þá eitthvað svona rétt 1000, eða rétt eftir 1000 sem það gerist. Og það gæti þá alveg passa við skálan hérna niðri í túninu. Já, mögulega áttu þau bara heima þar. Mögulega áttu þau heima þar, ef að það er sagan sem við ætlum að fara eftir. Þetta er saga þá fyrstu þekktu íbúin í Glaumbæ. En við sjáum það núna að líklega er hérna byggð bara allt frá landnámi. Þannig að hvað fólki hét, það er náttúrulega alltaf getgátur bara. Við sem vinnum í fjölmiðlum eigum það til að vera óþolinmóða eðlisfari og viljum vaða í hlutina. Fornleifafræðin er á öndverðum meiði. Þar þurfa hlutirnir að hafa sinn tíma og þolinmæðin allsráðandi. Er ekki svolítið erfitt svona sem fornleifafræðingur að vita nákvæmlega hvar mögulega er fullt af spennandi hlutum að grafa upp en get ekki farið að grafa það upp strax? Jú, það er eitt sem maður náttúrulega líka gerir sig grein fyrir að til dæmis ef þú fyrir að grefur upp hér að þetta er margra ára ferli, þetta er svakalega stór bygging og þetta er mikið verk. Þannig að það gerist ekki 1, 2 og 3 í fornleifunum. Nei, það vist ekki. En þetta er mjög spennandi og bara myndi bæta mjög miklu hérna við sögu þessa bæjar sem er náttúrulega sóttur heima af svo mörgum ferðamennum og bara áhugasömum. Þannig að kannski í framtíðinni.